Góðan dag. Í þessu vídeo ætla ég að fjalla PLA Soft filament frá Yasin. Þannig að kíkjum aðeins á það. Svo ég fekk þetta prentefni án kostnaðar frá 3dpaint.is og annars enga greiðslur fór á milli, þannig að þetta vídeo er bara mín skoðun á þessu efni, en ég þakka bara 3dpaint fyrir að senda þetta til mín. En kíkjum aðeins á prentin sem ég gerði. Svo hérna til að byrja með þá er þetta bara svona hvítt efni og kom bara mjög vel út. En þetta soft efni, þetta er hins vegar svona sveigjanlegt efni og svipað svona eins og TPU að koma við þetta, en þannig að þetta er svona ekki hefðbundið PLA. Og svo er maker coinin og það kom bara vel út og gekk bara vel að prenta það. Svo sér leigjasalott, hann er líka bara mjög fínn. Það er smá stringing í honum en ekkert stórkastlegt. Og eins og segja, þetta er svona, en við sjáum hérna hvað gerist. Þetta er ekki neitt sérstaklega gott layer adhesion. Og svo þessi gaur, það er smá stringing í honum líka, en þetta er svona eins og einlegt aftur og auðvelt að brjóta þetta. Þannig að þetta er svona ákveðið spesefni, þannig að ég veit ekki alveg. En hérna er bensín, hann prentaðist líka bara fínt og má segja að þetta prentaðist bara út eins og flest PLA efni, en svo í overhang testinu þá sjáum við í 70 gráðunum þá var komið vandamál hérna, þannig að þetta vestnaði það sem óvandreg þetta, þannig að overhang testi kom ekkert sérstaklega vel út upp í 70 gráðum, en í 60 gráðum var þetta bara allt í lagi, þannig að það var ekkert vandamál þar. Og svo prentaði hérna bolta hérna og það var með þessum support sem bara flugu af, það var ekkert vandamál að lást þeim af, og þegar ég notaði hann bolta hérna á gólfinu þá boppar hann alveg samanlega vel, þannig að þetta er svona airless tennisból módel og þannig að þetta er svona kannski hafa sér svipað eins og maður hefur séð Pepa prentefni sem maður verið að gera svona körfubolta, airless körfubolta úr, en ég hef svo sem ekki prófað það efni, en það er svona svipað höfðun að þetta boppar svona vel. En ég sjá hérna eins og þetta er stífleikaprófið mitt sem ég nota til að beygja, til að mæla stífleikan, og þetta er allt of mjúkt til þess að geta mælt stífleikan, þannig að þetta er bara eins og TPU, maður er ekkert að mæla það, en ég náði að mæla samt höggþól og tókþólið á þessu, þannig að kíkjum að þessar mælingarna sem ég gerði hvað það var þar. Og hérna er tókþólmælingin og þetta efni er hérna lengst til vinstri, og þið sjáu hérna önnur PLA efni sem er búin að gera mæling á, og ég er ekki með mæling á TPU, ég reyndi að slíta það sundur í græðinu minn, en það slitnaði bara ekki sundur, þannig að ég hef ekki mælanlega samanburð við TPU, en það haga sér svona svolítið eins og TPU nema bara með lægra layer adhesion. Og við sjáum hérna hvernig tókþóli var að þetta er ekkert sérstaklega gott tókþól í það sem er prentað upprétt og heldur ekki það sem er prentað flatt, þetta slitnaði til dæmis auðveldlega í sundur. En þetta teygðist svolítið áður en að slitnaði, þannig að það gerðist ekki svona mjög hratt, þannig að þetta teygðist kannski 30% og svo slitnaði í sundur, en það þurfti mjög lítið afl til þess að slíta í sundur. Svo höggþólið, þá hins vegar það sem kom út ágætlega hérna er að það sem að prenta upprétt, það kom bara mjög vel út með önnur efni, og sjá hérna PLA efni er töluvert lægra það sem er prenta flatt og miklu lægra það sem er prenta flatt, og þannig að hérna í þessari mælingu kom þetta bara mjög vel út þetta efni, og þannig að það er þetta að berja þetta svolítið fram og tilbaka á þess að brotni, þannig að það er eiginlega ekki sem er í þessu efni. En svo stífleikinn, þá bara náði ég ekki að mæla það, bara þetta fór út fyrir getuna á tækinu sem ég er með, af því þetta bara bognaði bara allt saman hérna bara undir og ekkert þetta að mæla það, þannig að það er engin stífleikamæling á þessu efni. En þetta er svona, já, svolítið merkilegt efni, það er layer adhesion ekki gott, en samt svona haga sér eins og TPU, en TPU er hins vegar með mjög mikið layer adhesion, þannig að þetta er svona einhver millivegur hérna og svolítið merkilegt efni þannig, en það var svo sem ekkert mál að prenta þetta, en ég lendi í því, þegar ég var að hlaða taka prentefni úr prentaranum, að þá spólaði extrúderinn á Core 1L prentaranum mínum og flæktist prentefnið í honum, þannig að ég þetta fari smá æfingar að ná þessu prentefni úr prentaranum, og svo prófaði ég aftur og þá lendi ég aftur í því þegar ég var að unloada, þannig að það var ekkert mál að lóta prentefnið og prenta og allt svoleiðis, en bara við unload ferlið einhvern veginn þá stíflaðist allt saman, og ég veit ekki hvort að það er eitthvað vandamál í Nextruder í prósaprentaranum mínum eða hvort það er eitthvað annað, en ég hef allavega ekki lent í því með öðrum efnum og ekki með TPU efni heldur,
þannig að það er svona einhver vandamál í þessu efni en þetta er svona, eins og segja, þetta er svona eitt af svona oddball efnunum sem maður sér og mér langaði að prófa þetta og sjá hvernig þetta kemur út en ég er svona, já, ég veit ekki alveg hvað notagildi maður myndi hafa þetta verið efni en bara til að gera eitthvað svona skemmtilegt úr því en að þetta hefur kannski ekki sérstaklega mekanika eiginleika en það er alltaf bara ykkar að prófa þetta efni og sjá hvernig það kemur út og ég þakka bara 3dpaint.is fyrir að hafa sendt mér þetta efni til að prófa þannig að það sem ég vildi segja þetta efni þannig að ég þakka fyrir mig og bless